viðbótið sem kom í liðið í ár er náttúrulega svo að við fengum náttúrulega Guðrún Grófu sem er undir radarnum nánast alltaf og ég held að hvaða lið sem myndi vera ánægt að vera að hafa hann í sín liði. Við fengum Evu frá Ísafirði, ung stelpa sem bara er að stíga sem fyrst skref í úrvalsdeild og hefur bara verið svona X-faktor í mörgum leikjum með okkur. Og svo kom Hugrún Eva frá Fjölni og hún hefur styrkt okkur undir körfunni, þannig að við erum að prófa nýtt módel í ár. Í staðinn fyrir að vera að missa alltaf stelpunar söður til félagana eins og til dæmis KR, ekki margar uppaldar í KR en það hafa alltaf notið góðs að því, til dæmis Hildur Sig og fleiri sem fóru söður í skóla. Við prófum nýtt módel fórum í samstarf með Fjölni og þar keyra í leikinu og svona æfingar þegar það geta. Og það módel hefur tekist mjög vel í vetur og svínverka fyrir okkur og þannig sjáum við okkur geta haldið áfram liðið í efstu deild með að vera með útibú. Það er mjög kjánulegt en er það ekki staðreynd? Þetta var bara tæpt hérna fyrir 10 mánuðum síðan að... Við vorum ekkert þannig viss, sko. Ég kom að Guðrún Grófu, hún var stórt og svo fekk ég símtal frá Gústa Jens í Fjölni að fara í samstarfið og þetta svona bara, gerðist mjög hratt. Við höfum aldrei lagt niður laupana þannig að segja en hvort við erum með eitthvað samkeppnishæft lið, það var bara á mörkunum, sko. En við erum mjög sátt í dag við hvernig þetta er búið að takast og það er bara vegna þess að starfið í Hólminum og stjórnin í Hólminum er náttúrulega bara framúrskarandi og þess vegna þetta tekist.